Jón Már Héðinsson, skólameistari Menntaskólans á Akureyri, hefur látið af störfum eftir farsælan feril. Hann hóf störf sem meistari árið 2003 en ferilinn hóf hann hér sem kennari árið 1980. Hann hefur með öðrum orðum verið við Menntaskólann í 42 ár. Jón Már tilkynnti þetta á starfsmannafundi 1. apríl síðastliðinn og þegar ég hitti hann núna að þessu tilefni þá spurði ég hann hvort að þetta hefði sem sagt ekki verið aprílgabb. Reyndar ekki, það var það ekki, en 1. apríl góðu dagur og hérna, nei, það var það ekki. Það var ekki aprílgabb en já, ég lét mitt fólk vita því í byrjun apríl að ég myndi ekki vera næsta vetur. Nei. Og hvað ferill þinn hér orðið langur? Það nú alltaf áhöldum hvernig reiknað en hérna, ég byrjaði hérna 1980, kenndi fyrst við öldungadeildina sem þá var hérna við Menntaskólann og svo árið eftir á fullu starfi sem kennari. Já. Þannig að þetta eru 42 ár sem ég er búinn að vera hérna síðan. Ég byrjaði sem kennari. Þannig að og hérna, svo var ég skipaður skólameistari 2003, haustið 2003 og við Sigurður tókum við þessu það haust. Þegar þú horfir yfir þennan feril, ekki síst þá sem skólameistari, hvað svona hægt að segja eitthvað standa upp úr? Þetta nú alltaf snúin spurning. Já, það margt sem bara eftirminnilegt, það margt eftirminnilegt. Það bara áður en ég verð skólameistari, ég aðstoðarskólameistari hjá Tryggva Gíslasyni sem var skólameistari í 30 ár, þannig að það var mjög verðmætt og mikilvægt að hafa fengið að kynnast honum og vinna með honum og hérna, og síðan verðandi skólameistari sjálfur að þá var og stendur upp og það náttúrulega bara það sem að veitir lífinu gildi, það bara samskipti við fólk, það samskipti við nemendur, frábæran nemendahóp og samskipti við og vinna með samstarfsfólki. Ég hef alltaf litið á mig sem liðsmann, ég kem úr hópíþrótt sjálfur og í íþróttum og þar skipti bara hver einstaklingur í liðinu miklu máli og líka ekki síður, það mátti bara vera 5 inn á í einu, en þeir sem voru á bekknum, þeir voru ekki síður mikilvægir heldur en þeir sem spiluðu inn á hverjum tíma, þannig að það skiptir, finnst mér miklu máli að hafa svoleiðis sýn á svona starf eins og skólastarf. Þannig að svo ég nú bara svona frekar einfaldur í þessu. Ég lít alltaf á öll verkefni bara svona sem leik. Já. Og hérna, þau geta verið miskrefjandi verkefnin og það skiptir máli að gera sér þau ánægjuleg og skemmtileg og fá aðra með sér í það að takast á við skemmtileg verkefni þó þau séu krefjandi. Já. En þér finnst ekkert erfitt að yfirgefa skólann? Jú, það það. Ég hef mikla ástríðu fyrir skólastarfi og ég hef mikla ástríðu fyrir þessu starfi og ég, mér finnst hins vegar gott að fara í land þegar að vel gengur. Það mikil aðsókn að skólanum, rekstur skólans hefur gengið og hann mjög vel mannaður. Það flott starfsfólk hérna og þá finnst mér svona auðvelt að fara í land þannig heldur en ef allt væri á einhvern annan veg. Þannig að ef ég hugsa þetta svona eins og ég kominn frá, skipstjórasonur og mér finnst auðvelt að fara í land þegar allt gengur vel og fólki líður vel. Og að lokum þá spurði ég Jón Má hvað tæki nú við hjá stráknum frá Patreksfirði. Það margir sem velta því fyrir sér. Ég hef einhvern veginn ótrúlega litlar áhyggjur því ég hef alltaf verið svona á þann hátt að
láta hverjum degi nægja sitt sko og eins og ég sagði áðan þá hef ég ástríðu fyrir lífinu og svona ástríðu fyrir skólamálum. Þannig að ég hef svo sem ekki ég ekki með neitt skipulagt frekar nú heldur en í fyrra eða hitti fyrra hvað ég ætla að gera næst sko. Lífið bara kemur til mín ef ég ávarpa. Og kvíðir ekkert iðjuleysi eða? Nei, og ef ég ávarpa lífið bara af einlægni og heilindum að þá kemur það til mín eins og það vill sko. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því. Já, ég allavega að það nú stundum sko sagt að þegar kallar hætta svona sínu reglulega starfi að þá er að fara að tálka spýtur. Ég kann alveg að tálka og allt það og finnst það skemmtilegt en ég ekki að fara að gera það. Nei. Þannig að Er skemmtilega að ganga á fjöll? Já, alveg eins sko, eða bara njóta lífsins og tala við fólk og já. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af þessu, ég hef ekki áhyggjur af iðjuleysi eða neinu slíku.